Mötley Crüe eru komnir á fóninn og klukkan orðin 4 og það föstudagurinn 20. og 3. mars og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan yndislega föstudag. Vonandi eru þau öll í gír, kæru hlustendur. Takk fyrir að hlusta. Auðvitað Blöndal heiti ég og sitja í mínu sæti og beint á móti mér sitja tveir kúrekar. Pang, 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 pang. Hvað var lélægt? Vá, nei, þetta var besta kynning á okkur frá upphæði. Þú sagði pang, pang. Já, við erum kúrekar, sko. Ég var að hugsa á það. Ég fekk samt aularhóll við pang, pang. Ég átti að sleppa því. Við gerum okkur grein fyrir að þetta eru byssutnar hjá kúrekonum, sko. Ég veit að, ég ætla nefnilega að reyna að vera með nýtt af því að við erum alltaf með eins kynningar hérna og við erum búin að vera, þessi þáttur var ekkert að byrja í gær, sko. En að vera að kalla okkur kúreka, það er geggjað. Já. Slepptu pang, pang. Já, ég ætla að reyna að kalla ykkur alltaf eitthvað nýtt í hverjum þætti. Ég kalla ykkur meistara daginn. Já, kúreka núna. Kúreka núna, pang, pang. Hvað segja kúrekandir Steindi Junior og Egill Einarsson? Já, ég er fyllandi góður og fróðandi. Ég held að þú ætti líka að reyna að segja alltaf eitthvað nýtt núna. Það, finnst þér það? Mér finnst ég má setja svona pressa á okkur í upphaf. Finnst þér að ég að tala eitthvað eins og ég sé í vestranum með strá í munni og... Þú vart ekki að segja hári eða eitthvað svona. Ég gæti alveg sagt hári eða þú vilt. Nei, ég er að tala bara þannig að byrjun okkar sé ekki alltaf eins. Okay. Ég kom alltaf með eitthvað nýtt og þið megið ekki alltaf vera fyllandi vínur og fróðandi góðir og aldrei verið betri. Spurðu mig hvernig Kúreki nummer 1, Steindi Junior, hvernig er þú? Hári, vel gert. Ég er mjög góður að Kúreki nummer 2, Egill Einarsson, hvernig er þú? Ég er bara svo nýr. Já, ok. Ég er bara aldrei verið betri. Nei, pang. Pang, pang. Sko, velkomin heim, Egill. Thank you. Svona til að byrja með. Það var eiginlega, það var ágætt að fá þig heim. Það var erfitt að horfa á þessi snöppbræður. Já, það var erfitt. Þú er líka að segja mig, hvaða ferðarskrifstofa er að bjóða upp á ferðina sem þeir ekki voru í? Við smíðum þetta sjálfur heila. Við ætlum sæna inn í þetta. Heldur svona bara börnin í sundleginni og þið með rauðin og bjóra bakkan. Þetta var mjög þægilegt. Við völdum líka hótel sem með svona vaðlaug, 60 cm vaðlaug, þannig að litla líkur á grillleikarnir verður svo voðar. Þannig erum við bara hérna á bekk með... Ég var mikið að vinna með Strawberry Daiquiri. Já, ég tók eftir því, herru, ég veit að þið komið frá Tenerife, en slögt á símanum. Það er bara brjálægt að gera. En þegar vorum að skoða, þegar maður var að opna Instagram, Snap... Það er bara pirrandi. Nei, sko, ég get nú ekki sagt pirrandi, en mér langaði ekkert meir í heiminum en að vera í sól. Það er búið að vera ógæslegt viður þetta. Nei, það er samt búið ágætt. Nú er aðeins að lifna yfir. Kallt, það er að lifna yfir sem fyrst núna, sko, búið að vera kallt. En ég fann það samt núna, ég var í október á tenni líka, sko. Og þá var ég ekki með Richard og ég fann að það var meiri óregla í þessari ferð. Var Richard að draga mig í svaðið? En að tilvílun á að meiri óregla núna. Nei, getur ekki verið tilvílun. Nei, það er ekki fræðilegum. Hann er mjög blautur, sko. Hann bara var að fá okkur einna. Hann á eitt fyrir þig. Ég er að fá bara, viltu einn? Hvað var að segja, nei eða? Ég hef alveg verið með Rikki í útlöndum. Það er algjör veistla, sko. Já, það er bara... En segðu mér eitt, bara okkar á milli. Nú erum við bara þrír hérna í þessu stúdíói. Það fer ekkert lengra. Var það sér einhvern tímann að voða að nota en Rikki vinnur okkar? Ég heyrði nefnilega smá sögu. Hann tók einu sinni mökkur ykkar, sko. Já, var það eftir Manchester United Liverpool? Átt hann ammali þann dag líka? Og byrja að snemma þann daginn, sko. Hann var orðin ofurölvi í miðjum seinni hálfleik. Ég hef aldrei séð svona. Og Rikki sagði mig, ég spurði, var ekki gaman út eða eitthvað svona? Og Rikki svo nettur, hann myndi ruggla að segja frá sig sjálfur. Og ég eitthvað svona, hann var æðislegt og yndislegt. Ég eitthvað, já, ok, og hvað, og hérna, og skefst eitthvað á þig, varstu góð? Ég einn svona kannski smá skita. Ég hvað var það? Ég var svo peppaði fyrir þessu Manchester United Liverpool-leik. Ég var bara komin í kampann í morgunmatnum. Ég eitthvað svona, svo var Manchester United að vinna. Og hann sagði bara að hann hefði farið í einhvern apagarð eftir leikinn og var alltaf að geta lappa. Nei. Fórum í Monkey Park strax eftir leikinn. Það var slæm tímasetning að fara í Monkey Park. Menn voru svo gýrar eftir leikinn, sko. Það hefði maður að slaka þess á þá, sko. Hann var sopnaði 9, sagði hann, kvöldi. Já, leið og kom, það fórum sinni í mollið líka. Er þetta sami? Og eftir Monkey Park, þetta var busy dagur. Og hann var eiginlega að sopna á borðinu klukkan 8 kvöld á Mannsvöldum. Er þetta hérna þessi Monkey, er þetta þegar þú ert að gefa litlu hömstrónum matinn líka og það eru abarnir þetta? Ég farið í hérna garð, þú vilt ekki vera þarna ofurálið með konunum og bandinu. Nei, og Rikki alveg bara beint í águst og spurði, ber. Og svo eiginlega svona dónalegt hvað hann sagði, ber, aggressíft, sko, ber. Ein spurning frá okkur sem við höfum ekki farið, gaman í Monkey Park? Það er mjög gaman. Já, þú myndir elska. Þú myndir elska. Þú verður hoppa öxlina á rabatinu og geðum að borða. Ég er þetta mikill abamaður, reynd að beita apim í asíska drauminni, ég er búin að fyrirgjá hana. Svo er svona lemúrar þarna sem ég á því og það eru hamstra og risaskjaldbökur. Það verður engin áhuga að fara að sjá hamstra, ég get séð það á Íslandi. Krókódíll líka. Krókódíll?
hann ekki hreyft sig í mörg ára Já, þannig, vel þreyttur. Við erum með veislu handekkur í dag, kæru hlustendur, við erum í fantagýr og lofum ykkur góðan þætti. Við ætlum að, það sem ber hæst talandur Rikka G. Ég náði yndislegu símtala á hann í dag og ég útskýra þetta betur fyrir ykkur þegar símtalið dettur inn hér á eftir, en það tengist í að það var hringt í hann frá Glamour og hann held að hann væri að tala bara tísku og svona þess að föti sína eitthvað, en svo fór hún inn á bláa nýjabólinn sem hefur að stríða hann aðeins á og það er virkilega skemmtilegt. Það var búð þarna bara beint hinum með hótelið, bara official Rikka G búð. Er það málið? Að lappa fram á daglega og svo, þú lösir flottur þarna og síðan lauma sér einu sinni, náði hann að bláa ból. Það er sturglað. Það er rosalegt að það er bara geggja að það komið nýja ból sko, það var komið tíma á það. Ég sá ekki official Rikka G Svart og hvíta? Nei, hann er ekki official lengur. Hann er eins og United. Blá er geggjaður. Já, rosalur. Við ætlum í hvort mötur frekar, við erum með hver er líklegastu, spurningakefni Gilsarans er á sínum stað og hvað kemur með heim? Þú náttúrulega samt í síðustu spurningakefni fyrir mig. Já, ég aðstofaði þig og fekk mér í kaldan. Já, er eitthvað þema? Já, King of Spring. King of Spring. Wow. Það er komið vor. King of Spring. Þetta líst mér vel. Það er ekki lengur frost og svona. Hver er verið vormaður? Steindur alltaf að tala þessu mikil vor. Já, fyrirfram held ég að sé, sko. Það hlýtur alveg að vera ég. Út líklega. Já, ég funkar þetta veðri, ég kom með vor í punkt fyrir löngu, ég ætti að taka þessi kefni. Steindur, þú ætlar að vera með myndir yfir Cash. Það er hárrétt hjá þér. Og svo erum við líka með Klefa þar sem þú tekur gamla góða einkamáli. Ég ætla að hringja út einkamálunum í dag. Þannig að það er búið að vera í pásu. Já, búið að vera í góðri pásu og ég bara væri til að vita hver leðugríma 81 er eða er íslensk slúður í dag? Nei, það er ekki í dag sem betur fyrir. Nei, það er mjög jákvæmt að segja ekki hverju venst að þætti að því Íslendingar sé að haga sér. Já, það er mjög jákvæmt en eins og það heyrið kæra hlustendur, við erum í stuði og vonandi þið líka. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Ég strákar, ég ætla að vera hreinskilur við ykkur. Ég er smá tössulegur. Nú, hvað? Ég er með kvef. Ég held að það er gýr. Smá beinverki. Þú samt með kaldan? Já, ég er með bjór og ég er í gýr. Ég er alltaf hress. Já. Það er ekki það. Og sérstaklega því að ég veit að við erum að fara í erlend slúður og ég hef gaman að því. Já, það er, sko, af því að það er einhver slapp ekki þér. Já. Þá er ég með mjög góða fréttir. Nú ætlar að kæta mig. Já, ég er með slúður af manneskjöðu sem að þú myndi fíla, sem þú átt eftir að fíla í tætlur. Ok. Hver heldur það sé? Ég myndi gíska á Macaulay Culkin. Það er hárrétt hér. Macaulay Culkin í fyrsta sinn hér í langan tíma. Er hann að koma með comeback eða? Sko, hann er nefnilega með nett comeback í gangi. Macaulay Culkin. Þetta stríða mér eitthvað núna. Nei, hann er... Home Alone 7. Ég var til í nýja Home Alone. Já, þetta grínast, það var úlingur. Úlingur, hann er 37 ára. Fullari maður, veit þið hvað? Auðvitað, ég skal lofa því sko, þegar þú ert orðin fullorðin sérstaklega þú komið börn og ég er orðin fullorðin. Já, þú veist Þeir talar eins og ég sé eitthvað úrling. Já, það er ekki annað hægt. Já, en þú ert komið krakka og svona. Já, erum maður fullorðin þá? Þá er ekkert skemmtilegri í heiminum en að fá af og til að vera Home Alone. Já. Þannig að það væri veisla að gera mynd sem heitir Home Alone með einhverju gæja sem er 37 ára. Já, ok, þá bara verið að fara á einhverja netsíður og horfa á eitthvað skemmtilega bíómyndir og eitthvað. Það myndi hendi gott partí. Það myndi hendi gott partí. Já, það reynda væri fyndið að gera svona adult Home Alone, en það er ekki það sem er að frétta Macaulay Culkin. Það sem er að frétta á honum er að hann er með eitt vinsalasta podcastið í dag. Já. Og er orðin eitt podcast stjarnar. Hvað ræðir hann á þessu podcasti? Allt milli hins og jarðar. Og ég sá hann til dæmis á Jimmy Fallon daginn. Þar var hann bara hrikalega hress og skemmtilegur. Þetta er held ég algjör toppnáðingur. Hann er geggjaður. Er hann að rífa sig úr rugli? Er hann komin úr af dælunni eða ekki? Er það pottitt hann hafi verið á dæli? Já, sko. Hann var í heroinu. Nei, hann var heldur bara háður tölvuleik. Nei. Sástu myndina á heroinmyndina? Partikall, sko. Það? Já. Þú sagðir einhvern veginn að hann hafi verið, stjórnarlestinni? Já, hann var lestastjórinn, sko. Vaktstjórinn. Það kemur ekki orð en hefur verið að sprauta sig í hæli með einhverju viti. Sérðu bara þess að mynd hérna blöð og sérlega var að hann, ok, en sérðu munin á hann í dag? Hann lítur vel út í dag. Hann bara hérna. Hann lítur stór podcast, er hann með vinsælli þátt en bara Joe Rogan og allt þetta. Hann er alveg þar uppi, sko, og hann var hérna í viðtali hjá annari leikonu, hún er Anna Faris og þar var hann að spurja hvernig hann hefði mist sveindóminn og Macaulay Culkin viðurkenndi að hann hefði mist sveindóminn 15 ára gamall og segir að það sé í það yngsta og vill helst ekki að börni sín missi sveindóminn eða meidóminn fyrir en að þau eru búin að gifta sig, þannig að hann verðist kannski verið búin að trúa. En hann var barnastjarna, sko.
Hann hefði náttúrulega getað að fara miklu fyrir Já, getur verið miklu fyrir Hvað er hann, 6 ára þannig að það Það er Sean Connery að mista hann 8 ára 8 ára, já, 8 ára 8 ára er náttúrulega bara ógæst Já, Það er helvítum Segðu mér að það verið með jafnaldra það er Þessi svipiðum En þá hefði hann þurft að missa bara, já, með Michael Jackson Ég er bara kvóti eitthvað viðtalsíla Getur verið horsemanure Kemur ekkert óvart til Sean Connery að missa eindóminn 8 ára Hann er eins og allra sálasti En náttúrulega sko hann Robert Downey Jr. byrjar að reykja Jónur 7 ára En erum við ekki ánægð með þetta? Macaulay Culkin vinnur okkar Jú, við erum búin að fjalla lengi hann og hann sé byrjar að gera það sig, það er mjög ákvæmt Já, og þetta líka sýnir bara hvað þátturinn okkar hefur áhrif Hann er líka bara, hann er orðin flottur Ég er ánægð með hann Hann er komin í leðujakka og skyrtu Já, bara í toppstandinu Er ekki næst að skrifa að einhver leikstjóri hringi í hann og bjóða honum eitthvað smá comeback Hann vil ekki leika í bíómynd Nei, hann hefur einhvern áhuga á því Nei, hann bara sagði bless við Hollywood Hann er pottet ennþá góða leikari Já, alveg pottet Næsta slúður og það er af leikoninu Vivica Fox og 50 Cent En Who the hell is that? Vivica Fox En hún og 50 Cent voru sem sagt saman fyrir 14 ári síðan og Vivica Fox er að gefa nút nýja bók og í bókinni talar hún kynlíf þeirra sem sagt hennar og 50 Cent Það selur, hún kann að búið til bók Já, hún ætlaði ekkert að fara út í samband sitt og rappar hans en endaði þau með að gera og Það eiga fyrir reikningum 50 Cent er ekki sátur Hann setti á Instagram bara mynd af henni og skrifar I'm waking up to this shit that was 14 years ago Who does this? What the fuck? Og bara afsaki orðbræðin, þetta var 50 Cent sem orðaði þetta svona Hann þarf að vita það að sko Vivica Fox þar að hún er með reikninga öll mánuðamót sko Er þetta samt ekki pínu lélegt? Að fara að gefa út bók, veist, þetta er eins og að ég veit ekki myndi ekki verið töðan ykkur ef ykkur var að gefa út bók og lýsa kynlífin ykkar menn myndi finnast að það væri óþarfi Já, það ekki, en hún reyndar gaf honum topp engun hann þarf nú ekki að væla mikið hún sagði reyndar að hann hefði ekki haft mikinn áhuga stund á kynlífi hann hefði meira áhuga á sínum eigin frama en þegar hann var til í tuski þá var hann vist rosalug og það var bannað henn á 16 saman Svakalugur alveg Já, það er eitthvað sem segir mér að 50 Cent geti alveg gefið einn af gamla skólanum sko 100% og skjóta nokkuð sem allavega, þá er 50 Cent brjálæður til Vivica Fox og ég verði eiginlega Já, ég held að þetta sé nú bara einhver greiði hann fær topp einhvern hún er hringt í hann ég geði topp einhvern þessu bók ég þykist þér að brjálæður við trúum þessu við erum klárar um þetta hann er með 17 miljónir manns hann basically seldi þessa bók fyrir hann það er ekki vitað þessar bók nema hann hefði postað Instagram hann myndi aldrei posta einhverju opinberlega með 17 miljónir followers ef hann væri í alveg ósáttur minnst alltaf ég að finna þetta ég er að tala við ykkur og þið hægið ykkur eins og þið séu ykkur svona slúður hann er að skrifa þessa bók við byggjum að færa ykkur 5% ángrís, já, hann skrifaði hana næsta slúður, hættu þessu veit ykkur Black China er Black China? Já, það er fyrirstætta sem er 29 ára, hún á barn með honum hérna Rob Kardashian, hérna úr Kardashian fjölskyldunni Black China? Þau gerðu þætti og voru búin að eignast barn og eitthvað, þeir þættir reynda það sem ég sá af því var bara með því versta sem ég séð í sjónvarpi sko og ég held að hún sé vel tæp og hann náttúrulega líka, en hún er byrjuð með nýjum sem heitir Jay China Jay China? Nei, hann heitir Jay China og hún heitir Black China? Nei, fyrirgefi, hann kalla sig Upsilon EBN Almighty J Almighty, hvers konar nöfn eru þetta? Ég er að fatta, ég heiti ömurlegu nafni, ég þarf að fara að breyta mínu En það er ekki sem stingur í þessu hann skulle heita Upsilon EBN Almighty J Hann er 18 ára Ég heiti alltaf ekki, ég heiti ekki Almighty sem er frekar hartnaf sko Hún er tveggja barna móður og byrjið með 18 ára dreng Já, ok Hvað segja sérfræðingarnir við þig? Hvað er hún gömul? Hún er 29 ára Já Ég meina það er 11 ára milli Já Það er nú svo sem Þegar ég var 18 ára Já Sko, engar áhyggjur því, ég hef ekki getað verið með tveggja barna móðir, sko Nei Ég hef alltaf sagt það. Þá varst á kúpnum eða ekki? Ástæðin spyr ekki um aldur Þegar ég var 18 ára, það er árið sem ég keypti rauðan Hyundai Coupe 100% láni Þú varst kóngurinn Þú varst kóngurinn Nei, það var ég Á Söðurkróki Þú varst alltaf kóngurinn Jú, það varst þú Nei Hver annar átti breyk í þig? Þú varst 18 ára á kúpnum Engin Shit, hvað ég fegin í sig á tökunum hérna Þetta var slúðupakki dagsins við þökkum fyrir okkur Næstu daga ætlum við að gleðja fermingabörnin með frábærum fermingagjöfum í samstarfi við Arion Banka, Smárabíó, Kringluna, 24 Iceland, Partybúðina, Nóa Sirius og Dronefly. Fylgstu með okkur á FM 957 og Facebook næstu daga.
Vissir þú að við birtum þína útvarpsauglýsingu samtímis á FM 957, X-inu 977 og FMX Classic. Þannig samkeyrir þú þína auglýsingu á 3 útvarpsstöðvum og nærðum leið yfirburðarhlustun í ungum og fjölmennum markhópum. Hvar þín auglýsing að birtast? Látt hann elta þig. Árekstra vörn, 4K upptaka. Mavic Air málið. Fæst í verslun Dronefly, Krókálsi 6 og dronefly.is. Bróðursonur afaðins að fara að ferma? Veistu lítið hvar áhugamál fermingabatsins liggja? Þá getur gjafakort Elko ekki klikkað. Elko, með fermingarnar á hreinu í 20 ár. Nóa páskaeggjin vor að lenda. Gjörið þið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius. Manst eftir þessu? Þá eru líklega nokkur ár síðan þú fermdist. Framtíðarreikningur Arion banka í fullu gildi í framtíðinni. Ódýrt bensín allan sólarhringinn, alla daga vikunar, alltaf. Ekki gaman að vera til. Dælan, engir afslættir, bara lægra verð fyrir alla. Faktura býður upp á snögga og ódýra fjármögnun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Þú einfaldlega færð tilboð í reikningana þína og þarft ekki að bíða eftir greiðslum. Ef þú samþykkir tilboð okkar, færðu peningana inn á sólarhrings. Kynntu nútíma fjármögnun á faktura.is. Stúdentakjallarinn og Túborg léttöl kynna Birnir og Flóni á Stúdentakjallaranum laugardaginn 24. mars klukkan 10. Frítt inn. Túborg, þín tónlist. Hæ, Valdimar hér. En ég og Örn Eldjátt ætlum að spila á Peroni tónleikaru Hverfisbarsins núna á föstudaginn. Tónleikarnir byrja klukkan 10:30. Það er 2 fyrir 1 á Peroni meðan á tónleikunum stendur og frítt inn meðan húsrúm leyfir. Sjáumst á Hverfisbarnum á föstudaginn. Nikulás kennir naktri konu að spinna. Taktu þátt í páskaleik Góu á góa.is. Fáðu þinn eigin málshátt og páskaspá og þú gætir unnið páskaegg eða aðra skemmtilega vinninga. Verði þér að Góu páskana. Herra Örlygur og Exið 977 kynna Royal Blood í Laugardalshöll 19. júní. Miðasala á tix.is. Heilbrigt tannholt, heilbrigt líf. Mundir þú eftir að bursta í morgun? Gömm, hágæða tannvörur. Opið til 11 í kvöld. Roadhouse. Martex. Góð þjónusta byrjar með flottu útliti. Fatnaður fyrir fagfólk. Martex, Bíldsöða 16. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Þið að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við drengirni þökkum ykkur kærlega fyrir það. Ég segi, það Tindastóll Grindavík í kvöld í síkinu, áfram Tindastóll. Ég held með Tindastóll. Já, þú ert á Tindastóll. Það er bara þannig. Við erum tölum lifir. Já, minn maður Fester. Og það hefur búið að ræða þessa körfans Kára nógu út þessa viku, en það bara, já, þetta er rosalega sem ég séð. Það myndur að segja að Fester væri með í kvöld. Hann í byrjunarliði? Hann heitir ekki Fester, hann heitir Hester. Antonio Hester. Já, en í fyrsta lagi er hann í byrjunarliði. Er hann í byrjunarliði? Já, reynda að fylgjast hans með. Er hann alltaf í byrjunarliði? Já. Ok, þú ertu búin að spyrjast fyrir svo treyju sem ég ætla að fá. Ég skal græja treyju fyrir maður næsta leik. Ok. Alveg pottitt. Það er samþykkt. En já, það styttist hér í virkilega skemmtilegt símtal í Rikka G sem að tekið fyrir í dag. Þar sem að, já, Rikki hélt að vera að ringi sig frá Glamour. En fyrst ætlum við að fara í dagskráliðin hvort myndur frekar. Og byrju, hvað áttur? Já, King of Spring á þér áttur. Já, King of Spring. Ég er mjög peppað fyrir því. Ok, eru þið kúrekarnir tilbúnir? Já, við erum klári, pæng. Pæng, þá fyrir við hvort myndur frekar. Fyrsta spurning, hvort myndur frekar, hvort myndur þið frekar, líta alltaf hissa á svipinn, líta alltaf út eins og séu hissa á svipinn, eða líta alltaf út eins og séu nýbúin að fá það?
Sko En hver, sko, þegar menn með mismunandi hérna Þetta með líki svipir á mér Heldur það? Já Er þetta hissaður búin að fá það? Er þetta sami svipurina? Þetta sko, þeir eru ekkert rosalega ólíki Má ég sjá þig hissa? Hvernig þessu þetta? Þegar þú segir það Þú er aldrei séð mig fá það, sko Þetta er frekar líkt, við ekki það Jú, herru, þetta er heldur líkt Nei, ég meina, þú veist Ég veit ekki, er það ekki? Myndir maður ekki svona, þið hissa eða svona lítið, Já, maður er kannski aldrei neitt svona einhver rosa hissa En sér er þess að menn mismunandi Svo ég og vin sem þegar hann er að stunda mög Þá er hann gargar alveg þegar hann er hámarki, sko Já, þá er öðru í þessi svipur Já, með allt öðru sem kannski svo þegar kannski Richard er Erst þú með eitthvað, hvernig er svipur á þig? Ég átta mig ekki alveg á því, sko Gargar vinnu? Já, það lætur heyra vel í sér Sko, ef að myndi einhvern tímann leka myndband á netið með mér sem er mjög ólíklegt af því Svo er ég geggjað sem að ég hef aldrei og mun ekki taka sjálf á mig upp En ef Akkur ekki leikar þess Ég er bara ekki í því Ég dæmi engan sem er að því En það er bara einhvern veginn ekki ég Ég myndi kannski vera að því að maður verði ekki að vinna í fjölmjölum En Takk svo að close up á andlituna svo við sjáum svo Nei, það er einmitt það sem ég ætla að segja Það væri strax skárað að það myndi leka eitthvað svona Það myndi bara vera í action, fattur þau? Versta sem að geti lent í það er akkurat þegar það væri close-up á andlitinu þér þú ert að klára og þú verður að bíti í vörina Já, bara, ég veit ekki eins og hvað ég ger Það væri mjög vont Já, það væri mjög vont vídeo Það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að hugsa ég ætla að sko næst þegar þetta kemur fyrir mig Já Það sé langt í það Þegar voru hissa Já, guð maður það Þegar næst ég verð hissa, við getum varðað þannig þá ætla ég að einbytta mér að því að hugsa hvernig er ég framan akkurat núna Já, það er bara speil, þetta er ekki flóki Það er enda næstan Þetta er ekki en speil í loftinu En hvort þetta er að taka? Speil í loftinu? Þú ert með sama svip Það er bara eins og Amerika Psycho Það er þetta verið grjóthartu Ég er að spá, ég með geggjaði hugmynd Getum við spekla loftið inn í svefnherbyggi? Minnst það smekli? Hvernig myndir Sigrún taka í það? Þú myndir gera það? Gera hvað? Að setja speil í loftið Setja speil í loftið? Já, heldur þú myndir taka í það? Já, ég veit ekki Getur kryddað upp á Kemur tengd og í heimsókn og hengja speil í loftið Ef ég var hreinskilinn þá myndi að gera voða lítið fyrir mig að sjá mig í þessu speikli Það er alveg á hreinu Það er alveg 100% En Egil, hvort svipur takkið þú? Sko, mér finnst, ég á nokkra vini sem að unni mikið með hana hissasvip á jamminu Þegar það voru single, Kristi Pálsson og Jón Óskar Halldórsson, tveir félagmenn sem eru mikið með hana hissasvip á jamminu svona rosa skrítin svipur að vera svona píra augun og þeir hafa eitt svakal út af Býtu, hvað áttu við? Erstu að tala um að þessi svip er svona sitja við barinn og eru hissa á barnum Það er svo þetta að leika Robert De Niro Já, þú veist, þeir eru bara svona jamminu non-stop og þetta svínvirkar, þannig að Þú tekur hissa frekar en hámarsvipurinn, sko Finnst ykkur heillandi ef þið myndir labba núna að fara með stelpu og þið voru einhleipin Finnst ykkur heillandi ef hún væri hissa? Nei, ég ekki veist að þetta virkir vel fyrir kvennþjóðina en sko fyrir svona En svo getur líka verið í hinusveifna þá ertu kannski remping og þú myndir ekki vilja líta Ég myndi alltaf hlaupa aðeins og segja hvað er í gangi? Var eitthvað að gerast það? Misti ég einhvern? Ég séu út hissa Ef þú þarft að velja millir þess að tveggja svipa sem þú voru að bjóða upp á þá velur hissa svip Næsta spurning Segjum hissa Hvort myndið þið frekar Mér að hissa, þú sagðir þetta að vera sami svipur Hvort myndið þið frekar Vilja Ísland myndi vinna HM eða þið myndi landa stóru hlutverki í Hollywood bíómynd Ég myndi vilja landa stóru hlutverki í Hollywood bíómynd Ég vissi að þú myndi segja það Egil, þú ert náttúrulega meiri Er þetta ein mynd og ekkert meir og síðan bara ferillin myndi on the shitter eftir það Nei, ég meina ferillin myndi on the shitter þú bara værir stereotypan sem að vantaði í einhver hlutverk Já, ég er ekki Þetta er ekki Kommando 2 Nei, en ég meina, akkur heldur að ég væri tekinni sem ykkur stereotýpa Kannski var það bara Ég var að tala um ykkur báða, þú myndi kannski bara fitta part akkurat Já, væri við tæpkastaðir Er ég bara svo tóken sterahaus í eldúsi Það er ég í myndinni Ég er ekki aðal hlutverk Þetta væri ágætlega stórt hlutverk Sko, hérna Það langar að vinna HM, sko Nei, málega það Auðvitað langar mig að Það er eftir hvað myndið þetta Auðvitað langar mig að vinna HM Þú veist til dæmis, þegar þú varst með slúður að Gylfa sig síðast og senda nokkuð fugglinn, þannig að landsliðið er að hlusta og þú ert að frekar að velja bara einhver Hollywood mitt á þig. Sko, ég veit að landsliðið er að hlusta og ég veit að landsliðið elskar mig og ég elskar það. Málið það, ég myndi gera allt nánast fyrir að Íslandingar myndi vinna HM. Það væri geggjað. Ég er að fara að fylgja þeim á HM. Ég er að fara til Rússlands. En málið það. Sko, þetta myndi ekki vera breyk fyrir þig, bara svo vitur það. Þetta væri einu Hollywood mynd búið. Nú? Já. Nei, það fylgdi þess ekki dáðan. Jó, ég sagði það, þetta bara ein mynd. Var þetta bara ein mynd? Já. En ef maður myndi ná að standa sér mjög vel. Já, fari ekki með. Það er ekki nógu góð díl. Það er enda mjög liðlug díl. Það var eiginlega betra bara að hafa ekki fengið á
Það er bara skitið síðan, sko. Já, þá ertu basically að segja að maður fengi jobb í Hollywood, skitið og komið heim í mítið. Nei, þú var í fínni myndinni, en þú fær bara ekki fleiri hlutir. Ef þetta var Expendables 4, þá myndi ég kvitt undir þetta á núleitni. En ef þetta ég bara ef ég bara stýra hausnum með 15 í ykkur matabóði. Já, þannig þetta ekki eins og línu sem þú fekst. Jó, ég sagði landa stóru hlutir ekki Hollywood. Já, ég ætla að tala hann var í stýra haus í matabóði, hausnum með 15. Það ekki talandi við ykkur. Síðasta sem ég ætla að spyrja ykkur bara. Veljið ykkur besta vin að vera hver sem í heiminum. Hvað tækið þið? Bara nýjan besta vin. Matthew McConaughey. Myndir velja hans það? Já, þú veist ekki eins og hvort það er skemmtilegur. Jó, ég veit alltaf það. Þú ert að velja þetta útlitinu. Hann hefur ekki farið í viðtal sem ég ekki hort á. Ég veit hann er skemmtilegur, sko. Matthew McConaughey á Agli, það var ekki lengi. Steindi, hver er þið besti vinnið þinn? Vá, þetta er ógæðislega erfitt, sko. Ég held að þetta er líka létt við þér, þú vælum sama hérna í hverjum einasta þætti. Kurt Russell? Nei, Björki Tór. Já, þú meinar. Auðvitað, ég bara einhvern veginn hugsaði fram á. Hann getur líka valið Hollywood-stjörnum sem er billionaire líka. Hann kannski ekki, engin Hollywood-stjörnum er ríkur og Björki. Málið það, ég er bara búin að reyna svo lengi að allir verði ekki að segja Björki. Já, ég myndi... Jackie Chan kemur stafsurinn. Já, ég hugsi ég myndi velja... Jackie Chan? Veit það ekki. Það er mjög fyndið að... Ég myndi velja Obama. Obama? Já. Obama æðislegu gæi, en ég held að það sé leiðilegur. Ég held að það sé góður í smáðinu. Þetta þarf að vera einhver algjör snáði. Ég er með því með McConaughey og hann er Björk og Tór með Obama. Þetta þarf að vera skemmtilegasti gæi á jörðinni, sko. Ok, Michael Jordan, umtakan. Hann er pottet leiðilegur. Skiptir ekki máli, þetta var ekki spurning um mig. Ég myndi frekar þetta Patrik. Ég þurfa að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og ég kom með góðan gestinga í stúdíóið. Ég er búin að senda þá Egil og Steinda út og hún Álfrún, vinkona mín, er mætt hér frá Glamour. Vertu velkomin. Takk fyrir. Sko, nú þarf ég að fá smá aðstofnfræðis. Þannig er mál með vexti að á Instagrami mínu, Auðun Blöndal, var ég að stríða Rikka G á nýja bláa bólnum sínum. Já. Og hann var að kaupa sér svona nýjan bláa ból. Ég var alltaf að segja hann væri sturlaður og hann var hann alveg brjálaður á því. Og það sem ég langar að gera núna er að þú hringir í hann og bara hann náttúrulega þekkið, veit að þú sért hjá Glamour og það allt og segir bara sért með nýjan lið. Já. Sem er bara hérna, þú ætlar að tekka fjölmiðla konum og fjölmiðla mönnum bara hvað þið séu að vesla fötið sín og eitthvað svona. Og bara höfum það alveg eðlilegt. Okay. Svo þegar ég geri þumal upp þá er ég búin að skrifa hérna 2 línur á blaða sem er fyrir framhæði og önnur er, þá ferur bara beint í til hamingju með nýja bláa bólinn, hann er sturlaður. Já, ég segi aldrei sturlaður, en mjög gott, mjög gott. Já, þú þarft að segja sturlaður því ég var alltaf að segja við hann að væri sturlaður, svo ég held ég hann kveiki, en þú spyrir bara hvar fékkst hann og ef hann segir bara ég er þetta at eða þú veist bara er þetta ötti eða eitthvað svona, þá ferur samt í bara, herðu þessi blái bólur er truflaður, það er allir að tala um hann, var hann dýr? Bara reyna að ná þessum tvefinn. Ok, allir hengja. Gerum við það. Já. Halló. Já, Rikki. Aran. Já, sæll og blessaður, Álfrún hér á Glamour. Hæ. Hæ, hvernig hitti ég á þig? Bara ágætlega. Gott að heyra. Ég nefnilega, mér langaði þess að heyra í þér að því að við erum með nýjan lið í blaðinu okkar. Já. Við erum að setja upp nýja vefsíðu og ég ætla að vera með svona fastan lið í hverju viku þar sem ég spyr fjölmiðla menn og fjölmiðla konur og svona þekkta einstaklinga hvar þeir eru að versla fötin sín. Já. Já, finnst þér ekki áhugavert? Jú, það er áhugavert fyrir margar sækir. Ég held að ég er kannski síðasti maðurinn í Íslandi til þess að spyrja því en það er gaman. Það er alltaf gaman að taka þátt í ykkur nýju. Þannig að mér langaði bara að spyrja þig, hvar verslar fötin? Þetta er mjög einfalt, sko. Það er svona helst 2 staðir. Það er bossbúðin í Kringlunni og Herragarðurinn. Er þetta sponsað það? Þetta er sponsað svara? Nei, ég kann bara best við þær búðir. Ok, af hverju? Bara þægileg föt, sérstaklega Herragarðurinn, bara pólóbólunar, bara þægileg snið, bara fyrir mig og mér hefur bara alltaf liðið best. Mjög góða gallabuxur í húkabúðinni og já, ég bara kýs svona þessar, en ég meina ég vesla alveg annar stað líka, sko, en þetta er bara svona þessar helstu 2. Ok, en talandi bóli, til hamingju með nýja bláa bólinn, hann er sturlaður. Hvar fékkst hann? Er eitthvað með þér hann að... Nei, þessi blái bólur er í alveg truflaður, það er allir að tala um hann. Var hann dýra? Heldur við sem að hættulega að greinda þessu tölu eða? Má ég giska, er sköllótt loðið drasslótt af hliðina það?
Hann er sturglar, hvað fegst hann? Það er allir að tala um hann. Var hann dýr eða? Herru, já, takk fyrir þetta. Fyrirgefðu, þetta er fyrsta símati mitt. Verðu þetta ferð aftur í hann, hann er sturglar, það er allir að tala um hann ekki. Hvað sem það er, heldur þessi með hættulega lága grind. Það er bara eftir gærdaginn. Ég byrja náttúrulega að renna á mig grímur þegar hún spurði hvað hún vildi vita hvað ég verið að vesla fötin í, sko. Það er ekki eins og ég sé einhver... Jó, þú ert nýjasti tísku guðinn. Já, einmitt. Það eru frábært, takk fyrir síðan, er það meira? Nei, við ætlum bara að tjekka hvað þú að fengja. Hvar fékkst hann samt? Ég fekk hann í Urban Legends á Tenerife, það sem er verið að selja svona Ralph Lauren vörur. Geggjað, Auðun Blöndal og Glamour, þakka fyrir sig. Takk. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, if all it's gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain, so let the river run. Held ég, þið eru að hlusta á FM 957. Þetta var, sko málið það. Ég er spæðið bara hætt að lifa að opna þáttum. Nei, þú verður betri með hvernig þetta að opna þetta. Var þetta ekki frekar gott? Já, það var geggjað. Jú, þetta kom öllum í gírinn. Það vor sumarfílingur í þessar kynningu. Föstudagsfílingur í okkur, drengir, ég verð að spyrja. Já, líka það eru bjart núna langt fram á kvöld. Og það er að koma páskar. Þetta er síðasti þáttur okkur fyrir páskar. Já, þetta er geggjað. Ég er í geðveikum gír. Já, ég líka. Hættulegum gír. Og ég við erum að fara í myndir fyrir Kess. Já, þú ætlar að sjá það í dag. Ég ætla að sjá það í dag. Þú leiðir með það. Þið voru báðir á því að ég var síðast þegar ég tók þennan dagskrálið sem var fyrir minni með 2 vikum. Þið vælduð yfir því að upphæðnar hafi ekki verið nógu stórar. Já, það var... Þú búin alltaf að gera það þar? Ég er búin að gera það með þar. Ok. Nú er ég komið tilbaka með háar upphæð. Já, bust 10 skallur eitthvað? Já, 10 skallur. Það var fyrir að geta gefið sjálfur. Já, ok. Hvað er þetta með í dag? Ok, eru þið klárir? Við erum klárir. Það var að fyrsta hérna í myndur fyrir Kess og hún hljóma svona: mynduðu fara í kynskipti aðgerð fyrir 800 milljónir. Og nú ætla ég aðeins að fá að segja þetta, af því að ég stið þessar aðgerðir. Ég er ekkert á móti þeim og það eru sumir sem vilja meina að það hafa ekki fæst í réttum líkama og allt þetta. Ég stið þetta allt. Nú veit ég bara að þið fættust í réttum líkama. Annars væri það komið í ljós. Þetta er léttur í mig. Og fyrir 800 milljónir þá verður full blown kona. Þú verður bara kona. Já, ég verður að segja nei á það. Þú verður að segja nei á það? Já. Býtu 800 kúlur. 800 sko. Þú verður vel stödd kona við þeim Blöndal. Já, en ég heldur það glæsileg kona. En ef mér myndi líða eins og ég væri kona, þá myndi ég gera þetta. En það væri mjög skrítið fyrir mig að gera þetta sem bara því að... En þið líður náttúrulega ekki, þið líður bara eins og kallmanni. Ég er ekki, ég er peningagráður og þinn. Ef þú setur góða hárgóllaða, ég held að þú getur verið fín kona. Já, ég held að það væri ágætis kona. En við erum að tala um brjóst og ytri og innri barma. Ég veit alveg hvað er að vera kona, Stefán. Ég bara myndi ekki gera það. Fullblón kona. Já. Öddablö. Þetta er nei hjá mér. Öddablö? Þú þetta ekki sem að breyta nafninu? Það er rosalegt nafn. Þú heita bara Ödda. Þú myndir ekki sem þurfa að breyta nafninu. Nei, þetta er nóbrinni fyrir blöð fyrst mér. Það var ekki það sem var að stríða mér í þessu. Ég þurfti ekki að breyta nafninu mínu, sko. Ekki? Nei. 800 milljónir. Ég held ég væri búin að ná þér við þessari uppa. Egil, hvað segir þú? En það er aðgerð það ekki og... Allir pakkinn? Penisinn tekinn af bara. Hann fer. Já, hann ég held að sem er að einhvern veginn notaður í þetta. Þetta er ekki gott fyrir að vera bodybuilder, sko. Því að við að klift á allt rastlið. Já. Það var mingar testurframleysla vansalega. Já, ég minna Anni Mist hefur mingar nógu mikið með aldrinu, sko. Anni Mist er þetta velhraust. Hún er velhraust, hún getur líka að slá með okkur alla, sko. Já, þetta er mjög góð punktur. 800 milljónir, þú myndir lítið út þessu Anni Mist. Svo nokkuð við. Hvað er ég að heita? Gilsa? Gilsa, þetta er ekki... Nei, ég verði að segja nei. Ætli ég bara að segja nei? Þetta er léleg spurning, Steinn. Akkur finnst þið... Býtur, akkur er allt sem ég gerir í myndinu fyrir Kess léleg? Þetta er life-changing amount. Þetta er life-changing amount. Life-changing amount, þetta er alltaf mikið life-changing sem þú vart að gera. En málið það, ég hef alltaf sagt já. Þú gæti bara... Gæti flutta okkur eyju bara. Ég hef sagt já. Og verið bara allaldri að vinna aftur. Ekkert flutta okkur eyju. Ég hef bara verið kona. Mundur ég alveg segja já? 800 kúlum fyrir að vera kona. Hvað myndi það heita? En þú ert kallmaður. Ég myndi hætta að vinna til dæmis.
og ég myndi bara heita Steinda. Ég held að myndi allir gúttir það. Herðu, næsta spurning, vonandi aðeins meira challenge. Næsta spurning, myndu við byrja að reykja fyrir 300 milljónir og hugsaði þetta nú aðeins. Já, þetta líka létt. Þú þarft ekki að reykja pakk á dag. Nei, þetta létt. Þú getur reykt eina sígaret á dag. Þetta já. Já, myndur þú verið reykja? Ég held að vera að fara hendis út af borðinu. Fyrir 300 milljónir? Já, 300 milljónir. Það er fólk sem að gera þetta og fara að borga fyrir pakkan, sko. Ég myndi bara... Ég veit hvað mikið á móti sígaretum. Mér er þess að ég hættur að reykja. Já, sem ég fíla. Það allir hættir að reykja. Já, ég dyrka á sig þetta að reykja. En ég myndi byrja að reykja fyrir 300 milljónir. Ég myndi byrja að reykja fyrir 100 milljónir. Myndir þú byrja að reykja fyrir 100 áskall? Nei. En þú veist að þetta er hættulegt. Og þú er búin að oft sett heilsuna þeirra sem 1, 2 og 3 en þetta er marg oft. Auðvitað, en ég meina ég gerir þau hræðulegu mistök að taka stundum í vöruna sem er ekki heldur holdt. Já, það er ekki afslæmt. Ég myndi fá, hvað það eru? Myndir þú 300 milljónir? Já. Myndir þú vera bara við Salem Lights í hörðum bara á þér? Þetta ekki pakki á dag. Ég myndi ekki verið í Salem Lights eins og þú. Nei, hvað myndir þú fara í eitthvað hart? Ég myndi fara í Camel. Camel? Já, mér er alltaf finnst það flotti pakkar. Jésús. Sko, ég er svo mikill aumingi. Ég man í Galtalæk þegar ég var rúlingur og tók smók og ég man ennþá hvað mikill viðbjöður og ég er ómikill aumingi. Og nærðu því svona náttúrulega pínir þetta og þetta segir mér þetta er hafna 300 milljónir fyrir að þurfa að reykja nokkra sigarettur á dag. Mér finnst þetta ég held ég myndi frekar fara á heroin. Nei, myndur þú frekar vera á heroin? Já, ég myndi, heroin. Hvað ein spraut á dag? Eða bara gramma kóki á dag, takk ég það líka. Ok, þannig að frekar reykingarnar. Egil myndi að taka gramma kókaini og heroin frekar en að reykja sígarettur. Það sölum að selja miklu meira en þess að þeir eru kókaini, eitthvað? Já, herðu ekki fara að byggja upp þann horfjóð hérna. Herðu, ok, ég segi já, hann segir nei. Auðvitað, gamli góði Wurthblöð, hann er mættur. Auðvitað er ég ánægð með hann. Ég reykt ekki Wurth. Já, ég sé myndað með stupp í munnvíkinu. Já, það var slögt á honum. Geggjaða mynd. Það var slögt á honum. Besta mynd sem við sé. Það var slögt á honum. Málið það, ég hefði svo verið til í að þekkja Wurthblöð. Já, þetta er geggjumynd. Það var me against the world, þú varst að vinna í Wurth. Það var að þriðja, myndu skiptum líkama fyrir 500 milljónir. Þú yrðir Egill og Egill yrðir þú. Og hausinn bara eins. Þetta er að sama með konuna. Býta eins. Ég vil vera ég. Já, þú verður þú. Þú verður þú með þinn heila, þitt hjarta. Þú ert þú. Minn haus. Mitt andlit. Nei, þú verður Egill og Egill verður þú. Já, þetta er ekki hausinn á milli. Nei. Ég held að myndir halda andlitinu. Nei, þið myndir vera með bara... Það myndir bara kjöta blöða þessu upp og klárt, ekki þú veist. Þetta væri basic. Takk ég með 2 mánuði. Núna væri auðvitað að tala basic. Já, ekki séns. Ekki séns? Nei, þetta er að sama með, ég myndi ekki vilja vera koni. Ég vil ekki fara í einhvern annan líkam. Þú fengir hár, sko. Þú búin að fá mjög mikið að neyjum í dag. Ég ætti að grínast. Ég sagði já við réttum þar. Egill, þú er sköllóttur, sko. Já, blöðum ég huggulegur, sko. Býtu hvað, það var að dílbreykir hann að við erum sköllóttur. Nei, það hefur verið dílbreykir hingað til. Já, þú veist. Ég segi nei við þessu. Egill, sagði þú já? Nei, ég sagði nei. Svo þau báði nei? Já, það var... Þetta var myndir fyrir cash og það voru góðar í dag. Er það? Máltíð á Snæland á aðeins 1290 krónur. Já, 1290 krónur. Það er okkar besta verð. Alla daga, alltaf. Komdu og fá þér ost, bacon eða luxusborgara með frönskum og ísköldu gósi. Snæland, Laugavegi, Reykjavík og Núpalind Kópavogi. We were born into a war. Universal kynir stórmyndina Pacific Rim Uprising. Giant monsters attacked our world. Baráttan jörðina hefst á föstudaginn. So we created Jaegers, giant robots to stop them. Pacific Rim Uprising. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói, Sambíónum Egilshöll og Borgarbíói Akureyri. Reykvískur reddari réðst inn í krambúð, reddaði og ræddi við jarðabur og rjóma. Hvað eru mörg redd í því? Ég veit það ekki. Krambúðin. Opnum snemma, lókum seint. Hvernig er hugsanlega hægt að bæta páskaegg frá Nóa? Hvað með að bæta piparkroppi í það? Náðu þér í þessa piprandi snilld páskana. Þú verður bara að prófa. Það er nóg til fyrir alla. Nói Sirius. Ertu að fara í fermingu hjá barni systursonar ömmuðinnar og veistu ekkert hvar áhugamálin liggja hjá fermingabarninu? Þá kemur gjafakort Elko sér einstaklega vel. Elko, með fermingarnar á hreinu í 20 ár. El Santo kynir 2 fyrir 1 af öllum koktelum milli klukkan 22 og 1. 50 dagar til laugardaga. El Santo, Hverfisgötu 20. Sveigjanleikinn tryggir lægra verð, enda kunna Íslendingar að haga seglum eftir vindi. Air Iceland Connect.
Verðu í fermingaveislu í ár? Gjafakort Kringlunar frábær gjöf sem hentar öllum. Kringlan af öllu hjarta í 30 ár. Við framlengjum 20% afsláttinn á öllum prívorkátum út mars. Sportlíf Glæsibæ og sportlíf.is. Regluleg umhirða og viðhald hækkar endursöluverð bílsins þíns. Við þjónustum Volkswagen og Skoda, Bílsson-verstaðið Kletthálsi. Beof Borgeon Beef Bourguignon. Tilbúnir réttir frá Kjötkompani. Krónan. Fáum okkur pizzu. Pizzan. Sími 578 88 88. FM 95 blöð. Alla föstudaga. Fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það föstudagurinn 20. og 3. mars. Það bara styttist í páska. Þeir eru í næstu viku. Þannig að þetta síðasta þáttur okkar fyrir páskafrí. Svo verðum við mættir feskir aftur eftir páskadrengirnir. En það hins vegar komin tími á dagskrárlið. Það komið að spurningakefni Gilsara. Ekki nei, en svona pínu stress. King of Spring. Já, þetta geta verið góðar. Þegar þú actually svona ert með heilbriðaspurning. Nú þetta mjög basic. Ég að vona að þetta verði nefnilega mín keppni. En er það eitthvað sem maður vil vinna endilega að vera eitthvað svona vorkall? Ég finna... Já, það ekki. Jú, það voru frost og leiðindi og... Já, næst bara við sumarkall, sko. Já, menn, er það einhver kostu líka, að vera eitthvað sumakall? Ég held að sé, geggja að vera eitthvað vorkall. Flesti fíla sól. Ok, King of Spring, ég ætla að reyna að vinna þetta. Já, við byrjum þetta bara. Þannig að tengjast á alla spurningarna voru. Já, þetta bara tengist bara, hvor meiri vorkall. Já, ok. Og... Vantaði ekki bláða penna fyrir stíðin? Það var geggja þetta. Hefur þú séð Lóu? Djúvel, öskraður þetta. Öskraður, hefur þú séð Lóu? Já, ég bara... Þessu var í geðveikt. Þetta fyrsta spurning, sko. Það píkaði... Hefur þú séð Lóu? Hefur þú séð Lóu? Já, ég hef séð Lóu. Já, við hefum séð Lóu. Það punktur. Þetta bara nokkuð elbreytt. Já, Lóan fín. Það punktur á báða. Komin að kveða byrð snjóinn, þegar á að nýta þetta frábæra vorveður og taka göngutúr á næstunni. Já, ég hugsa það. Ég tek náttúrulega, ég fer mikið göngutúra. Þú gaman göngutúrum? Nei, ég hef ekki það gaman þeim, en ég er svona neyðist að fara í þá, bara með litlu og... Blöð, þú mikið í göngutúrum? Nei, ég verð að setja negativ þarna maður. Hörðu það, ég grunaði með þetta, þú verður líklega eftir þessu. Já, ég fer rosa lítið í göngutúrum. En sko, ef þú segjum og kíkir eitthvað á páskan, heldur þú farið ekki eitthvað göngutúr? Já, ef ég er á leiðinu upp í bústað. En þá er ég samt að fara að lappa til að gera eitthvað. Ég er ekki að lappa bara til að lappa, sko. Nei, ok. Ég veit ekki af hverju ég er að reyna að klína punkt á... Nei, menn að það er bara 2-1 Það er heiðarlegt 2-1. Ég er lítill lappikall. Þú sér góðu drengur, ekki að gefa blöðu punktar, sko. Það er 2-1. Ok. Hefurðu orðið lökki með stúlku að vori til? Já, það hefur, kallin hefur orðið það. Ég hef verið heppin að voru til. Já. Það er dottið inn. Já, það ekki. Margir lýsa því, ég lesi margir greinur þetta, að svona, þú verðir svona virkari í þessu einhvern veginn á vorin. Það er eitthvað við það, kom betra veður og svona eitthvað. Það ég takk bara undir það. Hefur verið lökki að vori til. Já, ok, það er 3-2. Já, við báður orðið lökki að vori til. Hefurðu í geggjaðri vorstemningu laskaði upp með your celebrity friends? En bara í geggjaðri vorstemningu. Hvernig getur það slíkt geggjaðri vorstemningu? Er það bara geggja veður úti? Það er bara geggja vorveður úti? Eins og byrjaði vel, hefur þið séð Lóu? Það var þetta komið úti bara sama helvitis kjáttað og alltaf. Málið það, fyrir svona 2 mínútur sagðan hefur þið séð Lóu. Núna er það búin að spyrja hvort við séum búin að vera lucky á vorið til. Flaskaði okkur upp. Í geggjuðu vorfíling. Flaskaði okkur upp. Ég veit það ekki. Er það ekki samt að við... Er það ekki fyrir eitthvað lík? Nei, það er flaskað upp. Ég er ekkert eitthvað alltaf að flaska mig upp. Það er eitthvað geðvikið. Ég segi já samt. Það er úruglega einhvern veginn að gesta. Ég held að ég hef alveg 100% einhvern tíman drukkið flösku með vinnum mínum að voru til. Er það ekki? Já. Það er 4-3 fyrir Stoney. Já, þetta er hérna... Hvernig er hljóma næsta spurning? Hún er mjög eðlileg. Ætlar að skella þetta til Vegas þetta vorið? Þetta voru núna? Nei, þú veist það ég og bestu vinni mínu frá Söðurkrók gerum á leiðin til það er svoleiðis? Já, það er punktur á blöð. Það er 4-4. Þetta grínar. Steindallar í göngutúr. Anna fekk hann gott stig.
Já, hörru, þetta mjög spennandi. Það er 4. Þetta er aldrei verið spennandi. Nei, það er bara hlustendur að skýta í sig. Hefur hendi öflugan vorhristing? Já. Þú meina það bara hendi... Ég ekki fara að lýsa sig eitthvað. Já, ég vantarlega... En ég náttúrulega, þegar ég var 16 ára gamall, eða svona, já, þegar ég var svona 13-16 ára, þá var þetta daglega, þannig að þetta er 100%. Hann er að tala kannski síðustu svona... Nei, hann sagði bara. Ég var þetta að meina bara núna í vor, sko. Þú veist, nú er vor, bara núna, bara síðustu viku? Já, ég veist, hvernig þetta vorið þinn? Það er bara fyrir svona... Stutt síðan? Ég er mjög stutt síðan. Já, þetta er punktur. Það er mjög líklegt að það gerist einhvern veginn. En það er ekkert eitthvað plana sem vorhristingu, sko. Já, ná það er hennu. Jú, það er náttúrulega... Það er ekkert eitthvað svona, nú endur við einn vorhristing. Það er voru að bíða lengi eftir vorinu. Þetta gerist með vorin. Þetta hlýtur nú að vera punktu líka á Grettu pöttuna það einu meginn. Ekki kalla Steindór þetta, hann er búin að banna okkur. Já, ég... Löngu var banna okkur. Það var löngu hætt. Ég tók fyrir þetta fyrir einhverju ári síðan. Ég held að Jó, þú ert alltaf búin að gefa mig stig. Ég var að horfa. Ég er ekki fættur í gæri. Stundum þarf ég ekki að heyra svarið. Af hverju það spurði ég? Bara, þetta er spurningakeppni. Hann bara setti punktið niður. Er það 2 spurningu eftir, þetta er ekkert eðlilega spennandi. Hvað er staðan? 5-5. Hefur þið verið, sem sagt, já, hefur þið verið það virkur kynferðislega? Nei, alls ekki. Þetta er ekki allt svona. Það er nokkrar eftir, það er 2 eftir. Þetta er svo óþægilegt. Hefur þið verið það virkur kynferðislega voru til að Gella hefur sagt við þig rosalega ertu vorni? Ói, hvað varst það? Ói. Þetta er að versta sem ég heist. Ég hef aldrei heist í afslæð. Sá hann, lákáðast þú vorni. Og ég einhvern veginn sá þetta fyrir mig maður. Herðu, þetta er nei. Þetta er mjög hart nei. Því að þá myndi ég... Þá erum við ekki búin að tala aftur saman. Hefur aldrei einhver Gella sagt við þú sett vorni á vorinu? Ertu viss, þú voru að hugsa þess? Að þú ert svo rosalega kynferðislega virkur. Já, þú ert svo kynferðislega virkur og það er vor. Já, og það er einhver geggjur Gella sem er með þér. Hún segir, shit, hvað er vorni? Aldrei gæst það? Nei. Aldrei? Það er ekki gæst. Það er merkilegt þess með, það er spes. Nei, veistu hvað er spes í þessu? Ég held að það sé búin að halda svona 50 spurningakeppnir. Þetta er versta spurning sem ég heyrt. Já, hún er hræðileg. Þetta er yfir bara versta að þið skulle bara detta þetta í hug. Þetta er nei að bara. Já, þetta er nei. Og bara í síðustu. Hvorur okkar er vorni? Hefur þú rúndað á Reykjavík, eða þú rúndað Reykjavík á fallegum vordegi í Benz? Já, hann auðvitað. Blöð King of Spring. Já. Frábært, ég er King of Spring. Rosalega var ég gefið til lóki. Þetta var gríðarlega hörð keppni og ég vona að það sé einhverju hlustendur að núti sem eru vorni. Þið eru það hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, það er bara Auðun Blöndal og Steindi Junior núna. Engin gilsari. Nei. Þetta er ekki fínt að vera að lausa hann? Jú, mjög. Og hlustendur ættu að vera búin að fatta hvað er að fara að gerast. Já, við erum að fara í, við kynntum við byrjun að ræða engamálin. Það eru engamálin. Já. Og þetta er dagskáliður sem að gengur út af það að ég, ringi bara í eitthvað númer hér á já.is og Steindi Junior er svona að tjekka hvort að hann sem er rétt að mannesku og talar við manneskuna eins og hann hefur verið að tala við hann á engamál í gær. Ég hef mjög gaman að þessu. Basically gengur þetta út á þú ert að frussa nöfnum. Já, þetta eru svona nöfn sem gætu alveg verið líklega að vera inn á engamál.is. Já, ég er ekki vissu. Þú er svona kannski á styrum. Á styrum, þú ert búin að uppgreita svolítið nöfnin. Já. En til dæmis helduru að því að það er nú nafn sem hefur nú komið hjá okkur áður. Helduru til dæmis að þessi einhver inn á engamál sem kallar sig Leðugríman? Leðugríman? Já. Það kæmi mér ekkert á óvart. Ekkert rosalega. En ég sé að þú ert með einhver nöfn í símanum? Já, ég er með helling af nöfnum. Og ég eða allur, já, mér finnst þetta svo skemmtilegt. Hvað nafn viltu? Hvað segir þú? Svafa. Svafa? Vá. Fallegt nafn. Mjög fallegt, við höfum aldrei notað. Ringdi einhverja söf út í bæ og ég ætla, þykist að vera að tala við hann á engamáli hér. Tilbúin. Já. Halló. Já, góðan daginn. Er þetta mamma Rausl, 45 ára? Hvað sagði þið? Svafa. Er þetta hún? Hver er þetta með leiði? Já, ég ætla að nota alvöru nöfnin. Ég heiti sérstætt. Alvöru? Ég heiti Finnur sérstætt. Við vorum að spjalla saman í gær hérna. Ég veit ég ætlaði að hringa í gærkvöld en ég var eitthvað. Ég nú aldrei látið vera að ég hringja þannig að Þetta er örugglega eitthvað vitlaust númer. Ég held ég hafi ekki verið að tala við þig í gærkvöldi. Nú, býtu, er þetta ekki dolla fullan aflakuski 66 eða?
Ég var að tala við í gær undir hérna graði páskagangi 35 ára. Outbreak-appinn. Outbreak-appinn. Vorum við ekki að spjalla saman í gær á engamál.is? Ég ekki inn á engamál.is, sko. Þetta eitthvað vitlaus manneskja. Ég heldur þetta bara vandræðilegt. Vorum við ekki að... Var ég kannski ykkur annar hann inni? Var ég ekki að tala við undir Kömból 89? Var ég kannski hann eða? Það bleiki Kattilagin 85? Ég bara ekki inn á engamál.is. Ég heldur þetta hringi vitlaus manneskja. Geti ég hafa verið grænt ljós og allir feskir 76 eða? Og það er núður 84? Speedy Gonzales 33, var ég hann nokkuð? Ég veit ekkert hvað það tala Ég hef ekki heyrt þetta neinstæðar áður, sko. Þetta skellur, Ertu að segja mér að þú hafir ekki verið hann inn í gærundi bítu skítu eða ropi fötu eða þingudrölla 19 ára? Ég veit ekkert, ég ekki inn á engamál.is og ég held að þú sér hringi eitthvað vitlaust. Ég myndi skoða... En tussupumba 28 ára, er það þú? Nei, ég að segja það, þú ert að hringi eitthvað vitlaust. Ég myndi bara alveg, endur skoða númeri sem þetta hringi. Þetta ekki rétt númeri. Ég var ekki að tala við í gærundi dósið 34 ára eða Dirty 30 eða hangin eins og hestur 18 ára eða... En hrækt að bakja mér og kallaði mig aumingja sem ég er 23 ára. Hver er þetta? Þetta er ákveðið sjokk. Ég veit ekki hver þú er. Finnur þetta ég, en Kreist Kíli 85. Kannast eitthvað við hana, eitthvað fólk að inni, húpa búpa og blástu tyggju og við raskaldina með 34 ára. Þess að mér er þetta bara orðið ansi gróft. Viltu ekki aðtöða bara hvort þú sérst að hringja í rétt númer? Þetta er ekki manneski sem allar tala við allan. Þetta er ákveðið sjokk. Ekkert mál. Já. Mólastu orðin einar í restina. Ég var bara skammaður. Ég var bara skammaður. Við verðum að ringja og láta hana vita. Já, við verðum að ringja bara strax og láta hana vita. Þetta er ekki hægt, sko. Hún var ekki glöð með þetta. En sko, þú varst líka orðið svo sigraður. Ég held að hafi verið, sko, var það ekki húpa búpa, nei, það var líklega outbreak-appin sem sko var punkturinn yfir í. Þetta var eitthvað málið, þú tekur þetta símtal að láta hann vita að þetta hafi verið símhald. Ég skal ringja henni, ringdu bara beint inn, ég ætla að segja til dósið 34 ára, þetta hafi verið eitthvað vesen. FM 95 Blö. Toffísleikja og hjúblakris, hlaup, fílakúlur, bingokúlur, karamellur. Páskaeggjum frá Góu eru tróðfull af öllu uppáhaldsnaminu þínu. Hvar leynist Góueggið þitt? Það er opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni og Hagkaup Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Eiðistorgi, Spönginni og Akureyri. Hagkaup. Meira opið. Alla daga. Er maginn vandamál? Resílíka meltingagelið vinnur gegn brjóstsviða, maga og ristilóþægindum. Resílíka meltingagelið fæst í öllum helstu apótekum. Þú átt að skilið að líða vel. Serrano. Fresh, happy, Max. Við eigum jeppadekk í miklu úrvali frá Pirelli. Nestek. Páskaeggjum frá Góu eru tróðfull af öllu uppáhaldsnaminu þínu. Hvar leynist Góueggið þitt? Akureyringar og nærsveitamenn athugið. Tónabúðin er flutt að Glerárgötu 30, en það verður prúttsala. Já, ég sagði prúttsala að Glerárgötu 7 í gömlu tónabúðinni 5. og 1. frá klukkan 13 til 18. Notið tækifærið og gerið frábær kaup. Tónabúðin, Akureyri. Þú getur fengið þér venjulegt kaffi, svo getur þú fengið þér gott kaffi. Te og kaffi. Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. epoxygolf.is. Hey þú, viltu ná betri árangri í ræktinni? Kíktu í vaxtarvörur. Á lífsins leið má alltaf búast við slysum eða óhöppum. Fortis fylgir þér alla leið. Nauthóll býður upp á glæsilega veisluþjónustu fyrir öll tækifæri, stór sem smá. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport.
Það held ég þeir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior með ykkur til, 6 í dag eins og flesta aðra föstudag. Er þið orðnir eitthvað vorni? Nei, það er ekki vorni. Ekkert svo leiðis. Ég held að fólk sé orðið vorni. Ég held að þetta muni smittast áfram. Ég held að annarkur maður muni núna fara að tala um vorni, að vera vorni. Það er, ef að það gerist, þá er það hræðilegt. Bara viðbjör. En það er hins vegar komin tími á, svona einn af okkar nýjustu dagskrárliðum. Hann er byrjað á þessu ári og heitir Hver er líklegastur? Já, og yfirleitt erum við nú sammála. Það er yfirleitt þannig. Hver sé líklegast? Já, stundum er þetta svona 2 á móti 1. Já, það kemur fyrir. En í þessum dagskrárlið þá fá allir eina spurningu. Spyr hver er líklegastur til að gera þetta eða hitt og allir fá að svara. Það er kannski svona munurinn á þessu og hinnum liðunum. Hver vill vera fyrstur í hver er líklegastur í dag? Vilt þú ekki bara byrja? Og ég byrja? Já. Ok, mín fyrsta spurning, bara fyrsta spurningin í þessum dagskrárlið er hver er líklegastur á okkur þrem til að fara á hausinn? Já. Bara partí að það er mikið og þetta held að það er í ekkert endilega partí að það er ekkert endilega partí sem gerir þig gjaldþrota sko. Ég held að enginn á okkur partí það hart að það er að það þyrfti að selja húsin sko. Húsin, íbúðuna kannski meira? Já, íbúðunar, já. Ertu komin í eitthvað hús? Nei, ég er bara íbúð. Mér finnst nú enginn á okkur líklegur í það. Það er enginn á okkur held ég á leiðina ánga við erum nú skynsami strákar. En hver er líklegur? Sko, það lendir ykkur maðurbaskít. Sko, málið það. Ég veit hver ég held að sé líklegast. Sko, en þetta er ekki illa meint. Í rauninni er þetta alltaf spurningin. Hver á okkur er að braska með aura? Sko, ég held að því að nú þekki ég ykkur báða mjög vel og þekki sjálfa mig nokkuð vel. Að Egill er líklegastur af okkur til að fara á hausinn. Fljúga á hausinn. Því að hann er, það fylgir alveg áhætta Egill. Þú ert að fjárfesta, veit ég. Og svona, þú ert allt annað maður í dag. En þú hefur í gegnum tíðin ekkert verið svo skynsamasti þegar að kemur að penningum. Nei, gegnum tíðina. Þú varst á, hvað hétt bílliðin þarna sem að þú varst að fylla hann á SRT8. Já, hvað er það áttur? Cherokee? Já, Jeep. Geggjaða bíl. Hann heiti 2400. Já, kostar bara þú skal sér hef ég líka látið ég átt enga penning og kefti ég mig glæði nýjan bíl og kassanum og erlendu láni því að ég manna að sölumæður saman það væri málið. Mér finnst það geggjað um Já, Egill treystir vennum, hann treystir fólki. Ég að mitt svar allavega, þó ég hef átt spurningun átt ég bara svara fyrst, ég segi Egill. Sko gamli Egill var alveg klárlega líklegastur. Já, 18 ára blöð sem kefti Hyundai Coupe á 100% láni, það hefði verið helviti líklegur. Búin að gera það með aðeins, en ég elskar góðar áhættur, þannig að ég er kannski bara gott giskan. En væri það þá ekki þannig að hann væri líklegastur til að fara á hausinn eða líklegastur til að verða kannski moldríkur? Það er hárrétt. Það ekki? Já, ég elskar áhættur. With big risk comes big reward, er ekki eitthvað þannig? Nákvæmlega þannig. Já. Ég hugsa að ég segi Egill líka. Ég var eins og hrættu að vera ykkur. Þú ert sá síðasti. Já. Þetta er Egill, og þú myndir aldrei, þú ert svo. Ég er gamli skólinn. Þú ert svo að passa saman, þú ert náttúrulega pappiðin er hrættu við allt og myndi hann bara hringir í þig. Pappiðin er endurskoðandi. Já, ég er bara svona gæi, sko, málið það. Ég vil bara hafa það stressaður, við vorum að fara skemmt daginn ellendis, hann kallaði eftir okkur, fariði vallega í kringum þessar hryðjuverkamenn, þeir leynast allstaðar, öskraði yfir allan flugvöllin. Við vorum farið til Brighton, sko. Við vorum ekki farið til Sýrlands. Ég var sáttur ef það er bara bensin á bílum og veipvöku í vasanum. Ég segi Egill. Já, þið eru báðið mjög skynsamir, spilið báðið mjög svona öflugan varnarleik í fjármálum. Spilið varnarleik. Já. Það er ekki til sóknarleikur hjá okkur í þessu. Ég myndi ekki segja að ég spilið varnarleik í fjármálum. En herðu, ok, hver á næstu spurning? Þannig að það er líklega ég, því miður. Ég skal vera næstur. Hver er líklegastur okkur þrjum í að keyra í góðan páskasleik? Já. Akkurat yfir páskana sleik. Ég er ekki að tala um eitthvað svona bara hérna. Þetta er asnaleg spurning. Akkur Þetta verður svo í spurningakeppninni. Páskasleik. Er þetta að kalla það eða? Er ég að missa eitthvað? Er þetta að kalla páskasleikur eða fyrir sleikum páskana? Erum við það bara, þetta var páskasleikur? Málega það. Ég er ánægð með þessu spurningu. Ég er mjög ánægð með það. Ég segi Steindi. Ég? Já, þú ert langgraðastur á okkur maður. En ertu mikið sleikmaður? Sleikur er svolítið búin að deyta sömu stelpunni í 2 vikur og mikið í sleik, en þú er búin með sömu konunni 10 ára og kannski mikið í sleik eða nokkuð. Nei, ekki í sleik. Nei, maður er ekki bara koss. Ég er ekki að tala um koss, ég er að tala um sleik. Þannig að tala um alvöru, sko. Gamla koma tunga og af gamla skólanum, sko. Og ég rauninni varirnar, sko, ekki eins og nálagur öðrum, sko. Bara tunga. Ég segi Jún. Já, líka ég.
Eftir að hann var bara að útskýra hvernig sleikurinn er. Já, ég held að. Sko, ég held að þetta sé ekki spurning. Þetta er ekki spurning. Blöð. Blöð líklega að það er góðan páskastleik. Alltaf. Og þú ferði í páskastleik. Ég hef tíma til að setja góð upphæð á það. Nei. Páskastleik. Jú. Blöð er góður í sleik. Já. Séð blöð í sleik. Og hann er góður í sleik. Ég hef ekki séð þú horfðir í augun á mig þegar þú sagðir ég séð blöð í sleik. En ennú að hætta að tala bara núna svona grinnast. Bara ég lækkaði mækniðin. Það er ógeðslegt að hætta að segja hætta að segja og horta mig sleikst. Þeir eru hort á hann í sleik. Það er vikið. Hvenær var það? Ég sé þið í sleik. Ég er ekki með leiðind. Góður í sleik, geggjaður í sleik. Ég á marga vinni sem er slagið í sleik. Ég ætla ekki að monta mig, ég er geggjaður í sleik. Já, þess sagði þú á hann. En máli er að ég hef ekkert verið að fylgjast með ykkur í sleik. Ég held að þið séu góður í sleik líka, sko. Herru, en nú hægt að ræða hver er góður og hvað er þitt svar? Ég myndi segja að þú væri alltaf að fara í páskasleik, sko. Jæja, herru, háttu síðustu spurninguna, Steindi. Já, það er mjög skemmtilegt. Ég ætla að tengja hana aðeins við þetta. Sko, hver er líklegastur til þess að verða vorni núna páskan? Jæja, herðu, þetta var hver er líklegastur? Þetta er alveg spurning. Nei, þú varst bara greinlega ekki búin að semja þína. Þú veist ekki hvað vorni var. Þetta er alveg spurning. Hver er líklegastur? Þetta er kjallaði fyrir okkur. Það held ég, elsku vinir og lífsförunautar, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957, Auðun Blöndal, Steindi June og Egill Einars. Strákar, það er Egill Einars. Það er komið eitthvað skonar gott að fá bara eðlilegt nafn, ekki Böðvingin eða. Já, ég reyndar. Ertu að reyna að koma Böðvinginum út? Nei, alls ekki, en bara gott að fá hérna. Ég kallaði nefnilega svolítið oft Böðvingin. Það er eitt af mínum uppáhaldsnöfnum. Flesti kalla það. Nei, það gerir það ekki. Hvað kallar mamma henni? Segir hún ekki bara Egill? Kallar mér Böðvingin? Nei. Er það? Ég Ester kallaði ekki Böðvingin. Jó, ég hef hitt með maður oft kallað Böðvingin. Það er komið vor í Pungstrákar, finnið þið það? Já. Er það ekki? Ég er líka bara búin að finna, við erum búin að stemmingu í allan dag. Já, vel vorni. Styttist í sumar og páska. Það er búin að vera stormur eftir storm eftir storm á mínus 11 bílum daginn. Nú sér fólk að það lifnaði sig yfir þessu. Það var eðlilega léttuði fólki. En það var ekkert stormur meðan þú varst úti. Það er búin að vera bara ágætt svor við. Já, en svona fram að ferð, þá var nokkuð stormar. En ég er með gamlan og góðan dagskalið, drengir, sem er með breyttu snið í dag. Við erum að fara í giftast sofadrepa, sem er nú ekki verið oft upp á síkasti. Nei, klassísku bílaleikur sem fólk hefur gaman að. Já, og það sem að, gerist í dagskalunum í dag er að það eru 3 kvenmenn. Nei. Jó. Fyrsta skipti í sögunni. Hún Sigrún Ósk, vinkoninn, hér á Stöð 2 sem að er að stjórna Allir geta dansað. Og leitina uppur honum, hún er Edduvelna hafi, margfaldur. Og hún spurði mig daginn okkur við erum alltaf bara með gaura. Ég er margóttkortaði því. Og ég sagði, væri það ekki ljótt að svona astnægt að vera 3 fullorðin kallmenn að tala hitt? Og hún sagði, nei, hvað er að ykkur? Sem við ekki spyrja út í kvenmenn líka. Þannig að ég ætla að vera bara með 3 konur í dag, ég gifta svo að drefa. Ok, Sigrún tímamóta útvarp. Sigrún Ósk. Já, og ég held hún að samt ekkert vita, ég myndi setja hann að inn. Hún er komin að þeirra blá. Eðlilega fer hún inn. Það gifta svo að drepa, Sigrún Ósk, Eva Laufey, sem er að stjórna með henni Allir geta dansa, og vinkun okkar Rikka, sem var nú lengi hér á Stöð 2 líka. Já, sko málið er það, ég held að það sé ekki hægt að fara í þetta. Nú? Okkur ekki? Af hverju ekki? Hvað, þú var svona erfitt með að ákveða? Já, ég meina, þetta er bara hræðilegt. Sko, ég þarf að borga reikninguna hver málmátt. Hver er fjárhagsliðin hjá þessum döfum í staðan? Það veit ég ekki, maður. Sko, já, þú minnar. Það eru bara allar í fjölmiðlum og er ekki bara með svipaðan fjárhag. Ég held að það er hafðan og allar heldur gott. Ég, svona meða við svona Instagramið. Sko, drafsið er 3 mjög hugulega. Já, það eru oft, ferðast mikið allar. Allar skemmtilegar. Það baka mikið. Eva Laufey baka mikið, þú fær góða köku. Ert að setja út á Sigrún Óska því að hún kann ekki að baka og elda eins og Eva Laufey og Rikka? Nei, Rikka kann líka elda. Já, Rikka kann elda, sko. Já, en ég held að Sigrún kunnu líka alveg elda, sko. Já, pottitt. Er það eitthvað fyrir sem elskar boltanum, veistu það? Enginn af þeim held svona einhver boltamanneski að þannig sé. Þetta verður ekkert mikið pleppalegra útvarp, sko. Horfa þær og fótbolta og kunna þær að elda. Þetta er bara sama. Akkur þetta pleppalegra að ræða þetta á konur. Yfirleitt þegar við erum með kallmenn, þá vitum allt þá. Hvað horfa þær á hérna? Og svo líka bara svo ég takk inn hérna Steindi að þetta er að sama og Egill spyr þegar það eru 3 kallmenn. Ok, hann heldur mig United, ég held að akkur þetta eitthvað pleppalegra þó að þetta séu 3 konur. Þetta er eitthvað ógeðslegra. Nei, alls ekki.
Ég er bara sammála á Sigrúni. En ég tek þátt í þessu. Þetta er auðvitað að vera blöð, við erum að búið að senda okkur, við erum alltaf the bus núna. Og það þægilegt eru honum að vera bara... Ekki þessi fyrir hann, menn að penna hann að silkislagur. Já. Ok, viltu þú ekki bara svara líka þetta? Nei, ég er off í dag. Já, þú ert off í dag, já. Helviti þægilegt fyrir þig. Ég ætla að byrja þér, Egill. Hverri ætlar að giftast? Goddammit, Gump. Gump getur ekki bergaði núna. Þetta verður vesen. Ég sé engan slæman kost. Oft það þannig út með einhver þrjá sem maður sé strax og geði þess út í sveit. Það er engin einhver sem öskrar núna út í sveit með hana. Nei, ég er að segja það, maður kann rosalega vel við þar allar. Þannig að sko, og ég spjallaði þar allar svona bara skemmtilegar, þannig að það er engin leiðilegur hana. Herru, þú ert búin að koma því að frambæri, ætlar að æla út eða hverju þú ætlar að giftast? Já, ég er að taka útlögur að þörnum, ég er í vesinni með þetta. Já, Sigrún og Eva Laufey það búa báður upp á Akranesi, það getur orðið smá vesen. Ok. Sko, en Sigrún, ég ætla að senda Eva Laufey út í sveit. Hvað á ég að gera? Ég þarf að senda eitthvað út í sveit. Hún er geggjuð, sko. Þetta finnst mér eiginlega bara pínu ljótt. Akkur? Ég þarf að senda eitthvað út í sveit. Hvað skoðum vitt þess að það þarf að senda eitthvað út í sveit. Ok, hvað á ég að gera í svo leik? Hver ætlar að giftast? Ég var að henda kannski boltan maður Sigur Steinþór. Þetta er róðist að við erum under the bus. Steindi, hver fyrir út í sveitja þér? Sko, ég náttúrulega þekki Sigrúnu og Evu mjög vel. Ég sit við hliðina á maður daginn. Þannig að þú ætlar að henda Rikk út í sveit? Sem er æðisleg persóna. Já, voðalega þurfið að Sigur þú þetta, strákar. Mér finnst þetta mjög liðið. Ég hugsa að hún sé að... Þeir eru búin að koma framfærið að það er allar frábærar. Því miður, þá þekki ég bara hinnar það vel að ég verði eiginlega að senda... Svo kynnist ég kannski Rikku betur senna og þá fær hún ekki út í sveit. Ég tók award-winning TV með Rikku upp þegar hún var á Wipeout-kynning. Ég pakkaði saman Wipeout. Award-winning TV. Og við náðum mjög vel saman. Ok, þá er það komið að hreint að, Steindi, hann sendir Rikk út í sveit, Egill sendir Evu Laufey út í sveit. Hver ætlar þú að giftast? Það giftast Rikku. Giftast Rikku, Steindi, hvað ætlar þú að giftast? Ég væri bara til í að kasta tíkalli, sko. Hei, vanvirðing. Já, nei, þetta er ekki vanvirðing. Ég er að segja að það eru báðar frábærar. Ég myndi líklegast giftast... Þú búin að senda Rikku til sveit, eða ekki? Jú. Já, og gerðu það fullt fljótt, næstu, sko. Með hver viltu klukkutíma að Ég hugsi myndi giftast Sigrúnu af því að þá þyrfti ég ekki að fara það myndi allavega ekki að ruglast á nöfnum það er nokkuð líkt Þannig að þú giftist Sigrúnu og sendir Rikku til sveit og Sigur hjá Evu og það var hjá þér, þú giftist Rikku. Ok, þá var þetta komið að reynd, þetta var giftast svo Grænkál, brokkoli, spínat og sítróna Joe's Identity Feskur, hreinn og grænn Joe and the Juice Hvað er langt til Akureyrar? Já, 1818. Allt sem þú þarft að vita. Vertu fyrstur í heiminum til að smakka. Komið í verslanir. Amino Energy. Við sérhæfum okkur í asískri matagerð, hollur og ljúfengur matur. Vietnamís restaurant Suðlandsbraut 8 og Laugavegi 27. Sími 588-6868. Hvað er best núna? Jú, perur. Þær eru bestar akkurat núna. Krónan. Það er magnað hverju góður bolli getur breytt. Te og kaffi. Herra Örlygur og Exið 977 kynna. Eitt magnaðasta rockband síðari ára er á leiðinni til Íslands. Royal Blood í Laugardalshöll 19. júní. Miðasala á tix.is. Fermingabörn sem leggja fyrir 30.000 krónur eða meira fá mótframlag frá Landsbankanum. Kynntu þér málið á landsbankin.is. Landsbankin. Viskivika í Reykjavík. Upplifðu innmöltunga, maltviski frá Skotlandi. Prófaðu eitt og sér eða taktu flugið og bræða munin á þremur. Viskivika, 20. til 25. mars. Dubliner. Ódýr blekkilki og tónerar. Blekkilki.is. Annari hæð Smáralind. Optimum bandsægir og standborvélar í úrvali. Vandaðar vörur í 90 ár. Fossberg.
Þú átt skilið að komast í gott frí með fjölskyldunni. Raðgreiðslur Borgunar, auðvelda ferðalög. Matur sem degrar við líkama og sál. Serrano. Fresh, happy, Max. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, sem fyrir þökkum við ykkur kjalla fyrir það, elsku hlustendur. En, herru, já, ég var spurður að einu í gær, drengir, sem að mér var svolítið áhugaverð spurning. Það var að spyrja mig ef ég ætti að búa einhvers þar annars staðar á landinu en í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu, hvað ég myndi velja. Og þá var ég spurður af Króksara. Myndu ekki segja Krókurinn? Já, betur máttu segja Krókurinn. Já, sko, nei, ég er nefnilega ekkert viss í dag, bara út af vinnu minni, að ég myndi segja Krókurinn, þó að mér finnst það fallegast að bæjarfélag landsins. Já. Af því að, er það sagt sátt verið Króksara eða þetta? Nei. Ég verið Króksara núna og verið geðum. Já, ég væri búin að slökka á okkur. Það er eitthvað rugglað. Ég er mjög reiður. Þú varst að snúa baki í krókin? Ég var ekki að snúa baki, ég er að tala að þá þyrfti ég að keyra frá Sauðárkróki í vinnuna okkur í morgun, það gengur ekki. Nei, en ég minna þá getur heldur ekki til dæmis búið bara fyrir norðan og Akureyri. Nei. Ég meina þá verður að velja eitthvað bæði í kring, þetta er ekki flókið. Ég held að ég færið til Selfoss. Sko, strafn. Ég elskar Selfoss. Sækir þú Selfoss? Hvítahúsið er geggjuböllur. Já. Geggjuböllur, þú ert að vera fertuð, þú ert ekki að leiða á ball. Eigum við ekki taka. Hvað má ekki fara á ball og ekki fertuð? En hvað ætti að flytja á stað sem er með geggjuböllur? Ertu ekki, ákveður hugsa ekki frekar bara dóttiðin og fjölskyldur? Það gagnrýnir mig enginn ef ég er strípaður til dæmis. Það er enda rosalega böllur á Hvíta, sko. Ég held reyndar að það sé mjög gott líka bara alveg barna á Selfossi. Þetta er reyndar fallegu bæ, ekki misskilja mig. En mér finnst bara aðsnarlegt að velja hana því að það eru geggjuböllur. Og síðan ef ég spóli hringi, þá fæ ég ekki eitt e-mail. Hvað langt sem að spólaði hringi síðast? Ég búið til svona donuts. Já, ég veit ekki spólaði hringi og öllu sama. Hvernig spólaði hringi síðast á Hyundaiinum? Ég get ekki spólaði hringi á Hyundai. Því miður. Ég gat spólaði hringi á SRT-num mínum, 421. Lákur hættir að fara að spóla í hringi þá á Selfossi? Ég bara segja að það er enginn að dæma neitt þar, það er ekkert vesen þar. Nú ertu dæmdur í Keflavík. Og þú verið 100 kíló á kjöti, strípaðar, spóli hringi og öllu skýt sama. En ef ég er 100 en Reykjavík og hort á maður sem ég verið trúður. En þú ert trúður. Þú átt ekki eins og bíl til að spóla hringi á. Villi segir þetta. En þú ætlar að taka Selfoss? Já, svona út af því að, ég meina, hvað maður lengi að keyra, maður er svona 27 mínútur að keyra. Nei, enga stundar rúð það. Sko, Keflavík, 18 mínútur. Já. Það er engin umferð ekkert vesen. Stutt á Keflavíkurflugvöll. Akranes er lengst í rúndurinn og þessi mjög þreyttu göng. 18 mínútur til Keflavík? Já, þetta er enga stundar rúndurinn. Hvað, varst eitthvað að setja eitthvað flækjur í? Ég er bara að tala frá áluverinu að Kef 18 mínútur. Það er regla hjá mér þegar ég fyrir til útlanda að halda niður mér andanum þegar ég keyra fram hjá álverinu. Allarleið. Skemmtilega leikur. Það er svona happa. Sko, en þetta er sko skæin aðeins og langt. Þetta er bara 2 staðir komandi greina. Þetta er bara Selfoss og Já, ég vissi ekki að það verið tengt í að fyrir að vinna í borgin. Vogar, Grindavík. Já, en ég meina City of Joy City of Joy kem alltaf sterkt inn hjá mér. Ég var Voga vikingurinn 2006. Ég er mjög respektið í Vogun. Þú ert ekki respekt, það veit enginn. Ég vann Voga viking. Nei, það verður enginn heyrt þar. Allir í bænum voru að horfa á. Ok, vannstu Voga viking? Hvað er það, kraftakefni? Akkur vissi ég þetta ekki? Og af því vannstu Voga viking 2006, ertu þá mjög respektið þar? Já, ég er mjög respektið. Heldur að fólk mun eftir til að byrja. Hefur vöðvingin unni kraftakefni? Já, afbrunarkefni. Að draga trukk og lyfta steinum. Fylgur maður. Ég fengi sem trúður til að gleðja börnin í bænum og sem pakka í keppninni saman. Það var ekki plani á bæjarstjórunum, sko. Hvað myndið þú velja að stila þig? Sko, ég held að vera að tala bara út allt. Þá hefði ég valið Seyðisfjörð. Akkur Seyðisfjörð? Það er geggjaðabær, sko. Hann er my favorite. Hvað er pros and cons í Seyðisfjörð? Það er bara geggjamaður. Þeir eru með sin einn bjór sem er trilltur og það er mjög fallegt. Já, en þetta er samt bara... Það er að flytja Seyðisfjörð því þeir eru með sin einn bjór sem er trilltur. Seyðisfjörð er fallegt stað. Þá skárra vilja fara á ball. Ég myndi alltaf heimsækja hvort þeir eigin og fara á ball með hann. Málið það, ég held að Seyðisfjörð sé fallegasti staður landsins. Og það ég er ekki deitt með það eru margir sammála því, fyrir utan Mósbæ, fyrir utan Álafoss í Mósbæ. Rosa margir segja Sauðárkrókur líka. Já, margir segja Krókurinn, ég meina ég tek það ekkert á hann, fallegu bær. Nei, ég er búin að ákveða mig, ég ætla að velja Krókinn. Ætlar að velja Krókinn? Já, fara heim. En ef maður er ekki að tengja það við þurfum að vinna í bænum, það er bara til að flytja eitthvað. Já, ok. Þá er það lettur í mig, þá velja Sauðárkrók. Þá myndi ég segja persónulega
Akureyri. Já, ég minna, þú veist Geggjaður reyndar, ég elska Akureyri. Númer 1 hjá mér væri Mosfellsdalur, sem er mjög stutt þaðan sem ég bý. Ég með langar geðveikt að búa þar. Flott heim í Höfuðborgarsvæðinu. Mosfellsdal. Já, ég veit það, en ég væri bara til í að búa í Flott heima. Það væri draumur minn. Nei, já, ég á heim í Mosfellsbæ. Já, 2 myndar kæri Ok, máttu ekki fyrir Mosó, hvað ætlar það að velja? Seyðisfjörð. Ok. Hvað? Ekki svona, prófaðu einu sinni að opna bara vennilega. Það held ég, þið eru að hlusta á Akkur breytur Þú talaði eins og vampíra. Það held ég Þú talar ekki svona. Þú talaði bara alveg vennilega. Ok, frábært. Kæri hlustendur, þú hlusta á FM. Við erum einna strákanir, Blöð og Vöðvingin og Tento. Það er þetta nógu gott fyrir ykkur. Og ég var þunglindur ég að kynna. Nei, þetta var fullkomið. Við erum ekki þunglindur bara. Ég er að reyna að vera hress. Ég fyrst talaði eins og vampíra. En sko, ég hef oft heyrt þér hressan, þú talar ekki. Þú talar ekki svona. Nei, en ég er búin að hlusta á FM í 25 ár, Blöð. Já, en það er sko, það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Þennan föstu daginn og já, ég ætla bara að spyrja Egil, hvernig er helgin? Eitthvað plana? Þessi helgi, ég er ekki að gera raskat. Nó, bara kósi. Ég ætla að taka byssur á morgun í hádeginu. Já, ertu að auglýsa byssusýningu ef einhver hefur áhuga? Ég ætla að borða vel að lax og vel að steik. Pæng. Þú kemst ekki, þú ert náttúrulega okkur flakki. Við erum að fara á Patreksfjörð, með steindi. Á Vestlustýra. Ég tek byssu þá bara með einhvern öðrum. Já. En sko, annars er ég bara vorni og feskur sko. Gott að heyra. Mjög gott að heyra. Þeir sem vilja fara á byssusjó geta farið upp í sporthús og bara svona kringum 11:20. Og ég talaði sjó, þá minn ég á það er ennþá til miðar á föstudagslaugin hjá Svessa sem er einmitt næsta fimmtudag, skírdag. Menn Svess. Hvað er það frábæra gig? Föstudagslaug á fimmtudegi, það er spes. Þetta er bæjarbíó, þetta er bara því þetta er páskar. Það er skírdagur og þetta er bæjarbíó og endilega farið inn á miði.is og þar getið þið tryggt ykkur miða og já, þetta var geggja síðast, þannig ég held að það verið sikilega gaman á 5. Þannig að endilega tekja á því. Á miði.is, hvort stendur Man Svess eða Video Game Tart eða Svess to Mouth? Ekki stendur Sverri Bergman? Nei, það stendur bara föstudagslaugin með Sverrir og Halldór okkur. En maður getur farið í search og skrifað Video Game Boy eða ekki? Það veit ég. Það lítur að vera hasta, jú, það lítur að tengja post. Það er viðburðarleit, þú fyrir viðburðarleit sem skrifur skráðin leitarorð. Svess to Mouth. Það væri mjög gott að geta skrifað Svess to Mouth þar sko. Já, hörðu, það er komið að lokum hér hjá okkur. Engin að litast niðurstur, ekkert. Vonandi ekki góða helgi, kæru hlustendur og já, yndislega páska. Við heyrumst eftir páska, hafið það gott og já, gerið bara allt sem við myndum að gera, sem er ekki eitthvað svona. Já, ég myndi frekar segja að gerið bara allt sem við myndum ekki að gera. Það er þetta betra kannski. Hádegisverðarpottur FM 957 og El Santo. Þú skráir þig og þinn vinnustad eða vinahóp á fm957.is og þú getur unnið gómsætan hádegismat á El Santo. Vala Eiríks dregur svo úr potturum góða alla 50 daga. El Santo og FM 957. Láttu okkur að sækja bætur og annast þín mál á meðan þú hlúir að þér og þinni líðan. Fortis fylgir þér alla leið. Það er opið alla helgina á Dælunni Fellsmúla, Smáralind og Mjódd. Allan sólarhringinn. Góða helgi. Dælan. Engir afslættir, bara lægra verð fyrir alla. Viskivika í Reykjavík. Upplifðu innmöltunga, maltviski frá Skotlandi. Prófaðu eitt og sér eða taktu flugið og bræða munin á 3. Viskivika, 20. til 25. mars. Ölstofan. Á þitt fyrirtæki heima í Startup Reykjavík. Það er opið fyrir umsóknir til 8. apríl á startupreykjavík.is. Nýtt á Grill 66. Fenner kjúklingaborgari með jöklasalati, rauðlauk, gúrku og papriku. Grill 66. Við erum á Ólís. Já, heyrðu, hingað aðeins, hérna, lestu þetta með hann, ég kemur til smá. 10:11, allt í einum grænum. Þegar þú hélst að rjómasúkkulaðið okkar gæti bara ekki batnað, þá kemur ómótstæðilegt egg með saltlakrísflögum og íslensku sjávarsalti. Þú verður bara að prófa. Það er nóg til fyrir alla. Nóg er Sirius. Garðs Apótek, einkareikið apótek í yfir 60 ár. Garðs Apótek í leiðinni og land allt. Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómaliftarar. Örugg og trausti leiga. Skoðaðu úrvalið á armar.is. Armar, Kaplarhrauni 2-4. Gríptu með þér Amino Energy á ferðinni. Fæst aðeins á Íslandi. Osso Buco.
Ossa gott. Tilbúnir réttir frá Kjötkompani. Krónan. Þú og Chalupa Supreme, samband sem getur ekki klikkað. Taco Bell. Við eigum jeppadekk í miklu úrvali frá Pirelli. Nestek. FM 95 Blö á FM 957. 957. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. Stundur FM 957, klukkan er orðin 6 á þessu frábæra föstudagskvöldi. Ég segi bara gott og blessað kvöldið. FM 95 Blö lokið þennan föstudaginn. Þátturinn væntanlegur inn á vísi.is. En sjálfur heiti ég Yngvi Eysteinsson. Ég ætla að fylgja til klukkan 10 í kvöld. Þetta er svona smá fyrirpartí fyrir FM.